Komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4. Við erum svolítið mikið í menningunni í dag og það bara yndislegt og við erum með að fá marga góða gesti hérna í sófan og nú hann komin hingað til mín Sölvi Halldórsson, vertu velkomin. Takk. Þú vannst ungskáldakeppnina hér í lok síðasta árs hér á Akureyri, til hamingju. Takk fyrir. Og það var, prósinn sem þú samtir æfingaakstur sem kom þér í fyrsta sæti, eða hvað? Já, jú, ég passar. Já, hvernig kom það til? Ertu búin að vera að skrifa lengi eða? Já, ég er búin að vera að halda góða dagbók núna í 2 ár. Já, og hvernig kom það til? Ég veit það ekki alveg, eða svona, já, ég byrjaði bara á því, maður hefur heyrt frá mörgum að það sé svo sniðugt. Og það sniðugt? Já, algjörlega, mér finnst brjálæði einhvern veginn hvað maður hlutur að gleyma hlutum og það séu hversdagslegi hlutir, þá einhvern veginn er það smá óþægilegt að gleyma að því að náttúrulega langmest sem maður gerir er frekar hversdagslegt og óþægilegt að gleyma öllu strax. Og gærdagurinn bara fyrir þoku eftir smástund? Já, nákvæmlega, sérstaklega eins og sumurinn að maður er í vaktavinnu. Já. Þá er þetta rosa fljótt að fara en það gerist ótrúlega margt fyndið og skrítið á hverjum degi, þannig að þá er þetta rosa sniðugt upp á haldið tónum það. Er þetta svona pínu sjálfsægi að fara í að ég ætla að skrifa daginn minn núna niður? Já, og líka bara svona ef maður er skotinn í einhverjum eða svoleiðis þá finnst mér bara svona þurfa ef maður er svo stressaður og skrítinn annars. Já. Maður er svona aðeins að róma niður og skilja aðeins betur hvað maður er að pæla. Skrifa sér svolítið út úr tilfinningunum? Já. Eða inn í þær? Já, einmitt, það er líka hægt. En gaman. Þannig að þannig byrjaði þetta og æfist þá ímyndunaraflið, hvað gerist þegar maður sest niður og skrifa dagbók? Já, maður kannski, mér finnst ég fá aðeins svona betri sýn á samhengið. Eða svona tilraun að horfa á líf mitt sem svona rökrétt og rauða atburða. Eða svona eins og ég sé kannski persónu skáldsögða mynd og þá verður maður betri sens fyrir því svona framvindu lífsins. Eða svona hvernig manni líður og sér þetta aðeins í svona meira samhengi. Finnst þér að geta farið svona pínu upp á, eins og maður segir stundum, svalirnar og hort á sjálfa þig í þessu þegar þú ert að skrifa? Já, í rauninni, sérstaklega sem er dagbókin, eða þá hefur maður kannski þekkja sjálf sig betur. Já. Og veit svona betur hvað maður vill, sem er ótrúlega praktískt, bara deildags. Já. Ég veit að þú ert í X-inu sem er svona raungreinadeild í Emma. Ég segi svo ferðu yfir í að skrifa, þannig að svona í gríni má ég segja að þú sért að nota bæði heilakveilin, er það ekki? Já, það er rosa kúl að geta sagt það. Já, ég er að læra mikla starffræði og eðlisfræði og síðan er ég á náttúrufræðilínu. Þannig ég er búin að læra líka jarðfræði, en núna veður- og haffræði. Já. Og mjög gaman svona kynnast aðeins heiminum betur. Já. Og sjá svona hvernig allt virkar og líka það er alltaf að segja innblástur í það finnst mér. Já. Eins og nú er að læra veður- og haffræði, finnst það mjög skemmtilegt alls konar. Tengir mikið við náttúruna? Já, sem myndi gera það. Þú ert að klára í vor, er það ekki? Jú. Ertu búin að finna einhverja stefnu hvert þú ætlar? Hvað ætlar að gera? Nei, ég er að leita mér að vinnu, Já. Í einhverjum list. Það vantar ungan öflugan mann í sumurinn, þá er ég... Já, hver veit, við kannski ræðum saman bara eftir. Já, jafnvel. Því ekki. Já, ég ætla ekki beint í háskóla. Nei. En ég held ekki að þetta verður gaman að vera íslensku eða bókmyndafræði. Já. Eða einhverja náttúrufræði. En segðu mér aðeins með áhugaðinn þinn, vegna þess að þú hlýtur eiginlega að hafa lesið mikið sem barn, er það ekki? Jú, ég gerði það. Já. Og var því haldið af þér að þú ættir að lesa, eða hvernig kom það til? Nei, maður svona vissi að svona góðir strákar eru duglegir að læra heima og lestur líka strætt huga eins og þessi sem haldaði öllum börnum held ég, þessi mikilvægt að lesa, en já, ég var ekki á fótbolta og svona, og það var einhvern veginn, var maður svona smá utan við, en þá, einmitt, var ég bara mikið að lesa og finnst Hvaða bókmennti? Hvað lestu? Hvað kveikti mestan áhugann hjá þér? Núna finnst mér, er ég mikið að lesa ljóð og skáldsögur. Ég var að lesa Svaninn í íslensku núna. Já. Eftir Guðberg Bergsson og fórum líka myndina, það var mjög skemmtilegt. Og síðan er líka að lesa mikið Elísabetu Jökulsdóttur og Kristínu Ómarsdóttur. Já. Mér finnst það einhvern veginn leita líka aðeins aftur á mig, alltaf í ljóðin. Ég er glugga reglulega í það. Hann er mjög gott úrval á bókasafninu í skólanum. Já. Það er mjög vel staðið því, þannig að það er hægt að skoða margt þar. Já.
Hvernig finnst þér, af því að mér finnst oft verið að tala svolítið niður stráka og lestur. Þetta svona ægilegt eins og talaður að bara stráka lesi sér ekki til gagns og kunni ekkert og viti ekkert og ég veit ekki hvað. Ekki vont að fá alltaf þetta yfir sig? Jú, mér finnst samt kannski ekkert endilega að tekið það mikið eftir. Maður heyrir alltaf umræðina, en á saman tíma finnst mér ég samt einhvern veginn búa í svo ótrúlega karllægu umhverfi. Mér finnst aldrei vera að tala karlabókmyndir, það er bara bókmyndir. Já. Og mér finnst flesta bækur einhvern veginn fjalla stráka. Já. Og þá er það miklu eðlilegra að strákur lesi bókum strák heldur en að strákur lesi bókum stelpu til dæmis. En ég tók eftir því að það var alveg svona það er annað, sko. En auðvitað það, ætti maður að gera það, ef maður gera það, skiljur við. Af því að... Akkurat. En þú, ég heyri að þú semt að lesa mikið af ljóðum eftir konur, þannig að þú tekur bara það besta. Já, algjörlega, og mér finnst líka bara mikilvægt, af því að náttúrulega hlutur bókmennta eru þetta að fræða og líka setja sér spor annarra. Og þá er einmitt mjög gott að lesa eftir fjölbreytt fólk og kalla á konur öllum þjóðum og kynnum og alls svona. Eitthvað á skáldum í kringum þig? Já, ég á nokkra vinir sem líka að skrifa og það er svo gott að lesa bæði þeim og líka láta þau lesa yfir ef maður er að skrifa sjálfur. En gaman. Mér langar svo að fá þig til að lesa prósan þinn sem að heitir hvað æfingaakstur? Já, æfingaakstur. Lesta fyrir mig og ég er spennt. Og þetta kom þér í fyrsta sæti, akkurat. Já. Settu hann í gang og mundu handurinn svona. Kíktu í baksýnisspegilinn, býtu áttekta, keyrðu núna fram og réttu hann af. Keyrðu svo tilbaka og réttu hann betur af. Kíktu í baksýnisspegilinn. Er bíll? Er barn? Beygðu hann á veginn, taktu stað fyrir álfuru og þetta komið hjá þér. Rússneski bílastæðabælitin hlýtur standandi lófaklapp. Taktu inn í bæinn, þetta vistgata og þess vegna keyrir það hægt. Maður veit aldrei hvað gerist næst. Bíllinn fer hægt eftir götunni eins og búrhvalur eða gömul kona að versla í matinn. Í útvarpinu kveður við kunnuglegt stef. Útvarpið er stillt á gufuna og konan í gufunni er að lesa dánarsagnir. Þú manst þegar amma þín dó. Hún dó í svefni en þú hugsar ekki oft út í það. Það gerist samt og svoleiðis getur gerst við alla. Til dæmis á meðan þeir sofa eða gangi yfir götu. Vá, frábært. Sölvi, takk fyrir að koma og lesa fyrir okkur. Gangi þér allt sem best. Takk. Þú kom til að vera. Við höldum áfram hér eftir stuttastund.